Rós með lagið The Fighter. Klukkan orðin 4 og FM 95 Blö hefur hafið göngu sína þennan 5. daginn. Og rauninni, ég ætla að byrja að bjóða Hjörvar Hafliða velkominn hérna. Hann gestastjórnandi sem fyrir á 5. dögum. Það náttúrulega kraftaverk að ég skulle sitja hérna, Hjörvar, og ætti ekkert að sitja hér í dag. En það var ég að koma úr í jaxlatöku. Hvernig færðu að því að vera hérna? Ef ég tala eitthvað skrítið, þá það því að ég er nýkominn frá tannlækni og ég er svo deyfður að ég finn ekki fyrir vöruna mér. En bara kjálkin og svona, er þetta allt bara gjörsamlega deyft? Já, en svona, ég hef bínu áhyggjur að þegar deyfingin fer. Það var eitthvað að segja mér að það er viðbjóður. Ok. En ég fekk eitthvað verkefnatöflur og eitthvað. Okay. En ferskur. En já, ég er ánægður með að rífa það í gangi. Þetta er ekki kalt henni, en ekki vera að væla samt of mikið. Nei, ég má samt alveg minnast aðeins á þetta. Það er ekki oft sem ég er stoltur af sjálfum mér. Nei, mátt vera það nú. Ekki þegar kemur að vinnuhörsku. En það er stórkvöldluð þáttur hjá okkur Hjöppa í dag. Brjálbreki verður á sínum stað. Við fáum að vita hvað í ósköpunum hann var að gera síðustu vikum. Við erum með sturlaða staðarendir, flottulega keppnina, tuðhotnið og fasta liði. Og svo náttúrulega, situr hérna mótið með fyrrum sjómaður Hjörvar Hafliðarsson. Blessaður. Sælunu. Hvað er að gerast í ykkar málum? Já, við erum náttúrulega núna bara að berjast þetta niður á torgi. Já. Fyrir okkar réttindum. Já, og okkur ertu ekki hérna með þínum mönnum? Já, ég þurfti bara að mæta í vinnu. Já, það er bara saman ég. Já. Það er bara, maður þarf að hlera til. En ertu búin að fylgjast með þessu eitthvað? Nei, ok. Gjössan láta að vera. En það sem mér finnst svona standa upp í fréttunum er að alþingismaður sakaði annan að hafa verið fullan í vinnunni. Já. Hvað eru með náttúrulega klikkaðir? Sakandi hvern annan eitthvað svona kjaftaði. Já, það var líka... Ef þessi gæi þarf ekki að segja af sér, þá er eitthvað aðeins á Íslandi. Sem var að saka um það? Já. Ef ég myndi saka mannum að vera drukkin, sem er ekki drukkin á alþingi, það er náttúrulega, þú veist, þetta er að sjálfsögða á að reyka gæjan úr... Þetta var líka daginn, það var greið júladiskoður, bara mættu að dæmi í handbolta. Kom einhver tapsar handbolta og fór að raunaði yfir... Það var enginn sem fann áfengislykt á Nei, hann bara ímynda sér eitthvað... Eftirlitsdómarinn og hittdómarinn. Hvernig verður þá vinna dómar á því dag? Megað þeir ekki fá að segja bjór fyrir leik? Verður þá ekki að borga þeim bara 16 tíma vakt? Bjór fyrir leik, er það að tala um sólarhring fyrir leik? Nei, sólarhring fyrir leik. Þú veist, kvöldi, þú fara að dæma leiklu 4. Fá þeir eitt volgan fyrir svefnin? Já, það hefur aldrei drepið neitt, en ég get alveg lofa því að þó þú fáir eitt volgan fyrir svefni, þá ángar ekkert að brennivínslykt daginn eftir, sko. Norðnaviðar maður og eins og með þetta rosalegt að gæinn kemst upp með þetta. En menn eru, ég er alveg samanlega. Sakar ekki annar mannum svona á alþingi? Nei, ég er alveg samanlega því. Það ekki, en var þetta svona alvarlega mínútan í þettinum? Já, þarna tókum við svona okkar Harmageddon mínútun okkar. En hér eftir verður ekkert léttleiki og fjör. Herri, ég var spáðið að breyta upp á nýjum. Já. Ég var að spila bara eitt lag í þettinum. Nei. Chasing the Sun með The Wanted. Nei, það er þetta? Já, ég er ekki I'm chasing the sun. Ég getum ekki að spila það allan þáttinn, en ég skal spila það. Ok, 4 sinnum? Nei, Hjörvar. Ok, þá er ég farin. Jó, ég fer. 4 sinnum. Hvað er þetta? Já. Þetta er lagið. Spilum þetta 4 sinnum í þetta? Nei, ég skal gefa það 2 svar. Þetta er geðveikt lag. Ok, þetta er The Wanted, Chasing the Sun. When the sunlight's fading, we're gonna play the fight till it's golden again. And now it feels so amazing, can't see it coming and we'll never grow old again. You'll find us chasing the sun. Ég veit ekki hvort þetta sé flottasta lag allra tíma, Hjörvar, en þetta er ágætis lag. Ég sá aldrei að þetta er flottasta lag allra tíma. Þetta er langbesta lag sem ég gangi í dag. Já, ok, í dag. En mér finnst það reyndar ekki, en mér finnst þetta ágætis lag samt. Skal gefa þér það. En þið eru að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 strákandi með ykkur til 6 í dag. Og sérðu blóðið? Shit, það er rosalegt. Herra, ég elska slúður þáttinn í en af því að EM er að byrja í fótbolta eigum við þá að taka hann á dönsku slúðurpakkan af því að þú ert svo góður í dönsku. Ég á mjög erfitt með það, sko. En varu til að reyna það? Kan du snakka þetta på... Ok, má ég reyna á sænsku? Nei,
Nej, okej. Du ska göra det. Ja, du kan också göra det med svensk. Kan jag blanda det samman? Ja, vi kan blanda det samman. Okej, vi får sen sätta lek. Jag läser allt sludder av dansk och svensk. Ja, och till norsk. Och så kommentar. Ja. Av samma tungomål. Ja, vi kan det gott. Ja, vi är inte till i flerpjörar, så vet jag inte vad. Jag ska reyna detta. Jag kommer att sludderpakka dagsens, så vi töker man här av norrländsku. Jag ska börja med att prata med Jessica Simpson, men hon har säljat hon har en liten barn. Hon har en lille dräng, ja. Ja, hon har en lille dräng som hon födde nu på dagen. Och hon säljer foto. Så skulle hon sälja fotografer av lille barnet? Ja, hon säljer fotograferna av lille barnet. Ska hon få mycket pengar, eller? Ja, hon ska få 850 000 dollar. Ja. Det är helt kört värde. Det är som miljon svensk kronor. Ja, det är jättemycket svensk kronor, det säger jag där. Ja, det är fint. Men hon säljer biljetterna till Dagbladet Östvikli. Ja, jag tror Östvikli är inte Dagblad. Det är Vikli-pepper. Ja. Men nu är Östvikli, den är inte så bra med att bladet säljas. Ja, det säljs inte gå. Det säljs inte gå. Okay. Så det var en stor fel att få henne och lille barnet till att ta fotografer. Mycket rätt. Det är mycket rätt. Så ska jag prata om Axl Rose, sångaren på Guns N' Roses. Sångaren på Guns N' Roses. Welcome to the jungle, ja. Ja. Men han var en musikfest. Ja, musikfest, konsert. Och konserten. Han hade en halsfäste om halsen och den var robbad, stölet. Det var stålet från han. Ja, det var stålet. Vad gör det Slash? Slash var inte det. Han är inte i Guns N' Roses anymore. Han är inte med dem. Varför är Slash inte det? Slash är inte det. Jag vet inte vad Slash är. Och vad ska det vara fundet då? Det är inte fundet, men det kostar $200,000. US-dollar, så det är mycket pengar. Ja, det är mycket, ja. Mycket pengar. Och Axl Rose, han är furious. Han blir furious. Han blir mig rädd. Så, ja. Ja, jag tror som man ska missa sin halsfest på $70,000. Man ska 200,000 Mycket pengar. Ja, det är svårt. Det är svårt. Ja. Det är svårt. Och han är inte så... han vet inte om han ska spela flera konserter. Han är då röd. Det är kul. Ja, det är riktigt gott. Det är kul. Och så är det här med sista gossip. Det är om Justin Bieber. Lille Justin Bieber. Ja, den lille dräng. Ja, vad är han? 18 år och 17 år gammal? Han är 18 år. Det är en söt dräng. Ja, det är en söt dräng. Det är en sexig liten söt dräng, Justin. Ja, men jag tror han ska bli bättre och bättre. Har du hört vad är det sang kallat Boyfriend? Ja, det är en god sang. Det är helt fint. Live My Life. I wanna live my life, yeah. Den dräng blir bara bättre och bättre och han kommer sötare också. Han är en massiv superstar, Ja, han är det. Han är nog i ett... Tre söte är om det är folk i Amerika, de har power. På Forbes-listan? Ja, Forbes-listan. Och han kommer den ner där. Och han blir meget rik. Han är meget rik. Han har så mycket pengar, han vet inte vad han ska göra med den. Ja, men vem har mer pengar? Vad ska vi snacka om? Bono eller? Ja, när vi talar nu om influens.
Ikke bara pengar. Ja, Influens. Ja, han är en massiv influens på alla de unga piger som lyssnar till han. Ja, men han säger ett och de piger, de gör det. Ja. Vad han säger, de piger gör det. Och så ska han ha en konsert och det blir full. Också. Já. Þetta var slúðupakki dagsins mikið ofbúðslega. Vá, hvað ég er búin að gleyma sænskunni, ég kann eiginlega ekki. Þú varst mun betur en ég verð að gefa þér Ja, det var fint förut. Ja, det var den jävla bra. Men ska mixa det helt med norsk och det svenska och det danska. Ja, det var en jävla bra gossip här. Ja, jag tror det var ett gott program. Ja, det tror jag lika också. Men jag har en fantastisk sång för det nu. Va, Chasing the Sun med det var inte? Nej, det är inte. Vi spelade 3 minuter. Det här är Ulver. Ja, är det isländsk? Jag ska gå. Jag lir inte isländsk. Jag är gå. Ah. Kan du säga Ulver och svenska? Wolf? Nej, vet jag. Havitjik. Sólin í augunum og ég sé ekki neitt, við erum bæði þreytt og dagarnir líða hjá svo bjart að það sást og ég missa allan Ásins að mati hlustenda FM 957 Úlfur með Ég farin. Lag ásins? Já, það var valið lag ásins og hlustenda velum FM 957. Var Reino og mig líka í því valið? Nei, þetta er bara íslensk lög. Þetta vera. Herru, ég var með lista hér í gær. Við Pétur Jóhann fórum yfir það í gær hvað konur vilja þegar kemur að karlmönnum hjörar. Já. Og Björn Bragi, ég fór reyndra að svo var ég að skoða þetta núna. Nú held ég viti af hverju Björn Bragi myndi vilja að við færum betri yfir þetta. Því að Björn Bragi spurði mig í gær hver af okkur stjórnendum FM 95 blöð kæmist næst þessari mannesku sem við verðum að lýsa. Ok. Og ég ætla að fara aðeins aftur þetta með yfir þetta með þér. Ok. Af því að svo vill ég að konur ringi núna, bara konur. Já, ekki einhver Það ætla að fá óskalu. Og hérna ringjaði 511-0957, aðeins konur, og við getum rætt þetta þær hvort það séu sammála þessu. Og bara en að ræða líka bara einhvern tilfinningar. Já, ræða tilfinningar við konur. Það vantar náttúrulega oft kvenmanns rödd hér í þennan þátt. Já, bara og reyna bara að fara að ræða meira tilfinningar. Já, finnst þér það vanta? Má ég bara spyrja þig? Hvernig líður þér? Hvernig líður mér? Ég hef verið betri, ég var í jakslátt. Nei, andlega. Mér er alveg skýt sem líkamlega. Sér, munnurinn mér allur til blóð. Já, hvernig líður andlega? Andlega? Hvernig jafnvægi ert í? Já, getur sér. Þú ert ekki nógu góð jafnvægi. Já, okkur. Tökum við gangutúra eftir. Kláraðu þess að höldum áfram. Já, ok, ég sé að síminn það er rauðglóa hér línur og við viljum að konur hringi inn því ég er svona, mér langar aðtóa hvort íslenska konur séu sammála þessu. Það sem ég rætti mig í gær, ég ætla ekki að fara yfir þetta allt aftur. Hvað með eitthvað? Já, það sem að konur vilja er að þú ert að vera orðin 1,80. Að vera 1,80 ekki orð, já, ok, ég teka það bóks. Já, þú ert að vera með brún augu. Þar er ég ekki, ég er 1,79, ég er rétt undir sko. Íþróttamannslega vaxinn, þar teka ég. Stutt, dökkt hár. Ok, það kemur óvart að því að Brad Pitt, Ryan Gosling, ég er að tala um þetta. Bradley Cooper, við erum allir ljósarir. Vertu ekki að setja þennan hóp. Ok, svo áttu að vera með smooth chest eða svona mjúka bringu, ég fatt það ekki alveg. Og engin hár það. Ég er með hár á bringunni. Í alvörunni? Ég kemst ekki þar. Hvað er að þér? Good fashion sense eða gott tískuvitt ávist að vera mikilvægt. Og já, ég held að segja enginn í þættunum hérna með gott tískuvitt. Nú, það er mitt góður. Svo átt að vera alltaf tilbúin á 17 mínútum eða minna. Þú átt að vera snöggur að gera það kláran. Já, en hvað með 3 mínútum? 3 mínútum, ég er enginn eins fljótur og ég. Og svo ertu mikið í vaffbólum. Já, ég er að vína ekki með henn. Já, þú mátt ekki reykja, drekku bjór frekar en sterkt áfengi og þú viðkennir þegar þú horfir á annað kvenfólk. Og svo er það hérna, þú ætti að elska að vestla, horfa á amerískan fótbolta, þú ætti að kunna synda og hafa gaman að fara hjólreiðatúra. Já, þarna ertu reyndar komin í þannig að þetta er greina amerískonun. Já, þú ætti að geta skipt dekk og þú elskar dramaþætti og raunveruleika þætti. Samkvæmt þessu. Þarna erum við að tala um ameríska neytendur, sko. Ég veit það, þessna langar við að opna hérna fyrir síman og það er 511-0957. Ég ætla svona, fáum aðeins og hreint þetta með stelpunum hérna úti, hvernig staðan er á sem íslenska karlmenn. Halló. Já, heyrðu. Já, þetta var akkurat það sem við erum að tala um. Við erum að biðja kvenfólkum að ringja hér í 511-0957 FM 95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvernig hefur þú það? Herru, ég hefði bara gott. Nei, ekki?
Jú. Já, hvað sækist þú í þegar, hvað af þessu að passa? Finnst þér að kallmaður þarf að vera orðin 180 cm? Sko, ég náttúrulega svo lágvaxin, þannig að bara svona á meðan svolítið hærri en ég, þá ég alveg sátt, sko. Ok, en finnst þér að skipta máli hvort það sem brún augu og dökkt hár? Við heitlast meira af dökku hári, en ég held að augna líturinn sjálfur skiptir nú alveg litlu máli, sko. Sigríður Hjörvar, hún sammálað þarna neytendum í Bandaríkjunum, hún vill freka dökkt hár en ljóst. Já, en hún talar ekkert sköllótta. Já, nei, ekki sköllótta. Nei, ok, það náttúrulega viðbjóður. En já, halda það fram, hvað varst að segja? Ég veit ekki, sko, ég heitlast meira af, dökkarðum en það sem að Hjörvar sagði áðan með Ryan Gosling og Bradley Cooper og alltaf þess. Sjálfan sig? Ég nefndi hann ekki. Nei, ránaði með það. En hvað finnst þér að íslensku kallmaður á hann að vera með bringuhár? Já. Þarna þekki ég þig, ok. Nú get ég alltaf að gefa mig það. Má hann reykja? Já. Sérðu Balti og þessi strákar þessi sölust á Íslandi, þeir reykja allir, sko. Þeir eru ekki á tarðin. Svo, drekka, finnst þér að skipta máli hans í góður að synda? Hvaða kjafta er það? Ég held að það skiptir nú bara engu máli. Nei, hefurðu gaman að fara í hjólreiðatúra? Það er alltaf læg, svona. Myndi það bögga þig? Ég myndi ekkert setja það fyrir mig, hann þurfti að vera, þú verður að fara með mér í hjólreiðatúra einu sinni í viku. Ok, svo heitir lokin, gæturðu byrjað með manni sem kann ekki að skipta dekk? Já, ég kann að skipta dekk, þannig. Ok, það varum við fín saman, ég myndi henda þér út í það. Ég kann það ekki sjálfur. Ok, takk fyrir þetta. Við ætlum að opna hérna fyrir eina viðbót og sjáum hvort hún sé sammála þessu. FM 95 Blöð, vonandi kona hér á línni. Já, það er vinnustæðagrínari, það er alltaf hressandi. FM 95 Blöð, kona á línni? Já. Já, þetta nú kvennmannsrödd. Nefnum þetta sé eitthvað virkilega góð leikari. Kontu með þinn lista, hvernig hún það lít út? Já. Ég hef ekki alveg byrjun á listanum, en semst kærasti minn, það voru eitthvað að tala hvað vaffhálsmál, ekki reykja. Já, ok. Og eitthvað svona, ég teldi bara, ég frekar sátt með minn mann, sko, nokkur svona, atriði sem teldi, sko, það er svona. Hvernig er þinn maður? Hvernig er hárið honum á litinn? Hann er dökkarður, hann er drekkinaraugur, hann er ekki alveg 1,80 en hann stærri en ég, hann skiptir mig og alltaf maður á þessu sjálf, sko. Þarf hann að vera, er það eitthvað svona issue á konum á Íslandi að karlmaðurinn sé hærri en hún? Já, eða þú veist, mér finnst það svona meira heillandi, sko. Það skiptir svona ekkert máli, ég menna, og getur orðið ástfangina, hvað sem er kallað, hvernig sem er, en. Já. Ég er svona alveg frekar. Ég myndi náttúrulega ekki finna læri mann en mig, þannig að. Nei, ok. Kannski sveppi. En er hann í vaffálsmáli eða? Já, hann á nokkru þannig, sko. Já, ok. Og er hann með rakaða bringu? Nei, en þú veist, hann er með svona smá bringuhás. Elskar hann að versla? Já, hann er fyrst nálega, eða þú veist, á sjálfan þegar það er einhver flott föt og svona, jú, það er alveg, en hann finnst ekki gaman að fara með mér í verslunarferðir, sko. Ok, en kann hann að synda? Já, hann kann að synda, sko. Og farið í hjólreiðatúra? Þegar ég valdi að fara í hjólreiðatúr mér, jú, ég hef nú farið á, hvað, maður flokkast undir krossar og eitthvað svona á fjárshjól. Eru þið saman bara á krossurum? Það er grjótart. Já, við erum svo svel, sko. Já, ég ránaði með þetta. Þannig að hann stendst þessar kröfur þarna, hann íslenska konu virðast bara vera pínu sammála þessum listar. Sko. Já, því miður. Já, en hann hefur reyndar ekki aðeins um fótbolta, en hann horfir á fótbolta. Já, hérna myndu við náttúrulega bara tólka þetta sem fótbolti, sko. Já, ekki. Með hvað liðið heldur hann í ensku? Manchester. Þú ert búinn að náður hann í grjótarða mann og ég myndi halda í hann að gera sem ég verið þú. Nei, þegar byrju var ekki örgulega United frekar en City, eða? Jú, Manchester United. Já, sko málega, ef einhver segir Manchester í dag, þá er bara eitt lið. Þú segir City ef þú ert svo vitlaus. Ég er með það svo hlutlega í þessu, sko. Ég held með Manchester United út í að hann heldur með. Þannig að ef við myndum halda með Chelsea þá var mér svo sem alls saman, sko. Já, það er bara eins og mamma mín og systir mín, það er að halda með United bara svo ég sé í góðu skapi. Þannig að það er að gera. Herru, takk aðeinslega fyrir þetta. Já, takk fyrir mig. Ok, bye. Já, þetta er hérna, Við erum búin að fá þetta reynd. Já, hvernig er samt listinu með konur? Þú varst eitthvað að leika þér að drafta þetta niður á hann. Að leika mig með? Þannig að hvernig einn fullkona kona er? Nei, ég var ekki það. Þú varst talað um þetta 90, 60, 90. Þannig að mjög stór brjóst, mjög mjó. Ég get svo svarað að ég var ekki. Eina sem ég geri hérna á milli þess að ég opna fyrir línuna og spila lög ég er með grísu hérna uppi mér að þurrka blóð. Þannig ég var ekkert eitthvað að spá í hvernig fullkona kona var en við getum eins og að fara yfir það eftir ef þú vilt. Já, takk fyrir þessu. Herru, þetta er Loreen, Euphoria.
Ekki missa af líklega bestu endurkomum ársins. Sóldögg. 200.000 naglbítar. Og botleðja. Miðasala í fullum gangi á bestaútihátíðin.is. Fylgstu með á facebook.com/bestaútihátíðin. Þú gætir unnið miða. Vertu ilmandi á sundlaugarbakkanum með sólavörn frá Hawaiian Tropic. Þú fær grillhamborgarafabrikunar í Hagkaup. Þeir eru í tilbúnum pökkum með brauði, sósu, salti og pipar. Vertu viss að grilla 100% hágæða hamborgara. Hamborgarafabrikan í Hagkaup. Undur og stórmerki, sjöfaldur lottobátur stefnir í 70 milljónir. Lifðir smá lottó. Sól, rigning, sól, skiptir ekki máli. Crushers klikkar ekki. Crushers, ískaldur feitingur á KFC. KFC, svo gott. Sobieski og Reykjavíking kynna í 7. sinn Icelandic Tattoo Convention. Magni, hann hefur fundið frið. Kannski eftir allt ruglið þarna í kringum keppnina. Rockstar Supernova, fínt að fann frið eftir það. Já, ok, hann hefur fundið frið þann. Já. Þannig hann hafði ekki verið heima svo skellir hlæjandi að íslenska liðum að allt neyru sér í Eurovision. Já. Hvernig væri þú ábyrðið ef þú hefði tapað í Eurovision? Þá væri ábyrðið alltaf því hann dansandi bara eitthvað. Yes, þau fengu ekkert stig. Þau fengu nú stig. Þú ert vesti keppnismæður, sé það ekki. Ekki Jónsi góði vinnur hans og hann náttúrulega heldur. Þegar pakkaði hann í spilinu, þannig að spurningarspilinu og alltaf heim. Þú veist eitthvað búin að taka á síman og ringi eitthvað. Hvað þau eru að fara heim? Já, klukkan var 12:30. Hvað ætti ég að gera? Hanga þarna heima þegar og spila áfram með það. Við vorum ekki að fara að halda honum að spila. Það er náttúrulega eitt að fara heim og eitt að halda ég sé að fara heim bara því á tapsar. Nei, ég er bara að flýta með. Ég þurfti bara að komast heim til mín. Já, góður. Já, þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957. Það styttist hér í Brjánbreka og flottulega keppnina, en það er hins vegar komið að lið sem er fastur hér hjá okkur á hverjum einasta degi. Eini dagskrárliðun sem er alla dag og hann heitir Sturlaða staðreyndir. Er þetta slúðrið líka? Já, hann er alltaf sínist það líka. Sturlaða staðreyndir, þannig að þú kemur nú með einhver staðreyndir sem eru ótrúlegar. Já. En það sem er eiginlega ótrúlegast við þær er að þær eru sannar. Já. Ok. Við ætlum að byrja á því. Auðun Blöndal var í jaxlatök á þann, en er samt í útvarpinu núna. Sturluð staðreynd. Já, það er reyndar ótrúlegt. Svo kemur næsta. Sum dýr geta gert greinamun á kynþokkafullu fólki, eins og kjúklingar til dæmis. Það er kjúklingur. Þetta sé ekki. Þetta er þannig að ef við til dæmis fyrir mig eitthvað kjúklingabú bara á eftir, þá myndi þeir myndi vera að rölda meira í kringum mig, því þeir myndi actually átta sig á því ég væri sexy devil. Jæja, nei. Meiri grínari. Já, það er alltaf sama flipi hér. Það er komið að næstu stjórnlega staðrind. Það munar 9,7% af hamingju fólks að meðaltali á mánudögum og föstudögum. Þannig að á föstudögum er fólk að meðaltali 9,7% hamingjusamar. Já, ég bara trúi því vel. Ég held að það er alveg við hjá mér líka. Monday suck. Já, mánudagar er eitthvað. Nefnum að sé frídagur. Já, það er í lagi. En svo reyndar mánudagarinn líka getur verið fínn ef maður hefur ekki gert neitt helgina. Nei, ég er alveg jafn ömulegir. Ekkert með að gera hvort maður gerði eitthvað helgina. Nei, kannski ekki. Þeir eru bara ömulegir. Já, þeir eru ömulegir. Ég er sammála hjá bara. Þetta er viðbjóðusdagur. Svo kemur næsta stjórnlega staðrind og það er að Evan Almighty er dýrasta grínmynd allra tíma og kostaði $200 million en náði ekki að hala inn 40 einu sinni. Evan Almighty, já, framhaldi af Bruce Almighty. Já, Steve Carell, vinur minn. Steve Carell er svolítið búin að eiga þetta erfitt uppþróttar. Já, bæði og, hann á líka virkilega góðan. Nei, ég er að tala síðustu ár, eftir hann slæri í gegn, þá hefur hann svona aðeins að þetta niður. Já, það er að kemur að bíómyndum. Já, þú veist, hann tók þarna 40-year-old virgin sem slóði þetta í gegn. En hún er alveg frá 2005-06 eitthvað. Hann er náttúrulega að leika núna í nýju einhver mann og eitthvað svona, sko. Já, ég er að segja það, hann er að fara að líma sig aftur á það sem að koma honum á toppinn, sko. Og vonast til að hann skoppa aftur upp, sko. Já, svo er það hérna næsta. Gos sjálfsalar drepa 13 manns á ári í Bandaríkjunum. Ok. Það er svolítið há tala. Það er meira en einn á mánuði sem bara deyra því út af góssjálfsana. Hvað, fíkur þá góssjálfsana ná hann? Nei, þeir eru ekki að reyna að hrista og reyna að fá frí að drikja eða eitthvað. Fær hjartáfall? Ekta kaninn. Og fær hjartáfall eða? Nei, bara ef að... Hristir hann og hann dettur á þig? Já, og deyrð. Bara kremst. En yfirleitt ég var að setja upp þess að sjálfsala yfirleitt boltaði og vel niður, sko. Já, það var kannski sniðugt að fara að byrja á því fyrst að deyja 13 ári. Var eiginlega bara með bor og neldi svo niður. Já, en það ertu... En þú ert kannski ekki svona... Þannig að var kannski rugg fyrir mig að tala við þig iðnaðarvinnu? Já,
ég var alveg hreinskilinn, ég á ekki eins og bor. Svo kemur hér, þetta sérstaklega tekið friðið, en þetta var inn á síðunni hérna sturlaða staðreyndir. Akon heiti fullu nafni Aliene, Damala, Boga, Time, Puru, Naka, Lululu, Badera, Akon, Tian og Same. Þetta er mjög algengt í Afríku að menn fá að heita alveg fullt á góðum nöfnum. Já, skrítan skulle bara kalla sig Akon. Já, heyrðu. Okkur við segir ekki, það er komið að næsta lagi með Alian, Damala, Boga, Time, Puru, Naka, Lululu, Badara, Akon, Tiam, Sune og það heitir Convict. En þú veist, til dæmis á Brasilíu, þá getur heitið Edison, Del Oro, Manuel, Costa, Raúl, eitthvað svona sko, svo bara kallaði Dede. Eða Hulk eða Pele. Bara þægilegra. Já. En hann kallaði sig Akon og þetta var stjórnlega staðrind. Svo kemur hér önnur munnmök voru bönnuð í Kanada til 1969. 69? Já, alveg nánast til 1970, þá var það bara bannað samkvæmt lögum. En svona fyndið þetta skilja að verið breytt ákvörðat á þessu ári? 69? Já, kannski tilviljun. Nei, það er pott ekki tilviljun. Nei, kannski ekki. Farða aðeins betur út í þetta hérna á eftir. Já, ég skal gera það. Meðal maður eyðir ári af ævi sinni í að horfa á konur. Ég hugsa að ég eyðir meira en ári af ævi sinni að horfa eða stare, eða ég raun að stara á konur. Ég myndi gefa svona mestalega halva mánuði hjá mér sko. Já, þá var það hérna. Það eru fleiri Starbucks staðir í Bandaríkjunum en McDonald's staðir. Þetta varst mér skríti. Já, þetta finnst mér bara mjög eðlilegt. Það er rosalega lítið mál að henda upp Starbucks staðir sko. Þetta kom út allt núna líka. Já. Og svona, ég fer aldrei á þetta. Já, Starbucks. Hefur smakkað Frappuccino á Starbucks? Frappuccino? Það er viðbjóðslega. Akkur er þetta að tala með svona röddu þó? Hefur smakkað Frappuccino á Starbucks? Já, það er ógeðslega gott. Það er að prófa, gerðu við Frappuccino. Ég er að hættu þessum töffaraskap hérna. Svo er það síðasta sturlaða staðrindin og þetta er eitthvað fyrir þig, Hjörvar. Þetta er eitthvað sem þú getur nýtt þér. Fólk er líklega að gera hluti fyrir þig ef þú talar í hægra eyrað á þeim og ef þú snertir á þeim upphandlegginn. Þá er fólk líklega til þess að gera það sem hún biður að En þú sleikir það sem eyrnasnepilinn. Ætli það ekki hjálpa þér eitthvað í gegnum tíðina? Góður. Styttist í Brjánbrekka, hann er rétt handa á mig. To the freaking weekend, I'll drink to that, segir Rihanna. Ég held að það sé nú bara oftast þannig hjá henni. Hún hatti nú ekkert að fá sér 1-2 öllara þegar kemur að helginni, enda ekkert að því. Það er hins vegar komið að dagskrálið hér sem heitir Flottulagakeppnin hjá okkur hér í FM 95 Blöð. Það styttist í Brjánbrekka, hann er rétt og eftir. En Hjörvar, þú getur komið þér aftur inn í þetta núna. Það er, hvað er ekki, 8-6? Nei, 8-7. Þú vannst síðast og það síðast, 8-7. Ég hef verið sjóðandi heitur undir ári. Já, og þú ert búin að vera Ég hef verið að detta á réttu blöndunar. Já, þú ert búin að vera heitur núna. En ég er endar með lag í dag sem að, sko, ég fekk smá hjálp. Það er einn Harður sem að var mjög ánægður með Búm 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 hann með Vengabósi á þér og bendi mér á að ég þyrfti að fight fire with fire og fekk að Þannig að þetta lag kemur ekki frá þér? Jó, þetta kemur, við heyrðum þetta daginn, sko, í ræktinni og þegar ég var að lifta með, hérna, með den störi þá bendaði mér á, sko, herðu, okkur er þetta ekki Flottulagakeppnin og ég hugsaði með mér, herðu, þetta gæti farið langt í Flottulagakeppninni. Og þess vegna er ég komið það, þannig að ég svona fekk aðstoð en valdi það hins vegar sjálfur og þitt lag, er það tilbúið? Já, það er löngu tilbúið. Ok, hvort viltu fara undan eða vera eftir? Ég skiptir engum máli hvort ég byrja endið eða hvernig sem það er. Ég er með það skemmtilegt lag að það er ekki hægt að vinna mig. Ok, svo er það finnst mér. Já, svo er þetta ykkar höndum kæru hlustendur, það er fyrstur upp í 5 atkvæði sem vinnur. Það er alltaf náttúrulega svona 2 atkvæða virði að byrja að vera seinni. Ok, viltu vera þá seinni? Já, þegar ég vann síðast þá ætla ég að leyfa þér að byrja. Ok, þá ætla ég að taka mitt lag og þetta er rándýrt lag sem ég er með hérna og fyrir ykkur sem áttuð diskinn Reif í kroppin hérna í gamla daga, það eru nú einhverju hérna úti sem áttuð þann disk, þá var þetta lag nummer 11 á honum. Ekki þú er að remba stöðafílingur og svona tónlist. Þetta finnst mér þetta flott lag. Læti hann heyra það maður. Eins og ég og Roy Keane segjum stundum failure to prepare. Já, ég viðurkenna núna hérna, ég var hjá tannlækni og hef ekkert getað undirbúið mig í dag. Nei, ekki að gera neitt hérna fram með það. Það er ekki að gera neitt, það eru vist að... Ok, bara svo ég verð að láta ykkur vita kæru hlustendur að þetta er ekki lagið sem ég ætlaði að spila. Þetta er mjög gott lag samt. Þetta er viðbjör. Fly so high, fly so high. Herri, ég er hérna kjálfarið á því að EM er að byrja á morgun. Já. Þá er ég með svona smá feel good fyrir helgina. Ok. Svona danst og gott og skemmtilegt. Já. Á hverju ekki bara henda það, já? Hjörvar hér í Flottulagakeppninni via Röde
Ég var með Captain Hollywood, ekki spyrja með afhverju. Smá undirbúningsklikk hérna hjá stráknum, en þetta eins og ykkar höndum kæru hlustundur og ég bara vona það séu einhver að nútið með sama tónlistarsmekk og Egill og Hjöppi. Ég líka treysti líka svolítið á brottflutna Dani og svona vini Danmerkur til að hjálpa mér. Já, herðu, við skulum bara opna fyrir síman og sjá hvernig þetta fer allt saman. Það er fyrstur upp í 5 atkvæði og hvort lagi fannst ég flattara, kæri hlustandi? Ég bara verið að hjálpa. Já, takk hella fyrir þetta. Glæsilegt. Manstu eftir þessari keppni þegar þetta lag var? Nei, ég held ekki. Já, ok. Ég þekki þetta lag. Þekkir þetta lag? Já. Já, ok. Skemmtilegt. Fannst það skemmtilegt? Takk hella fyrir þetta. Já, Hvað ert þú að gera núna? Mamma skutla mig, ég verið að felja. Ertu að? Felja gett. Já, ok. Þetta er gaman að heyra þér. Ok, bye. Já, Hjörvar fekk grjóthart atkvæði þarna. FM 95 blöð, hver fær þitt atkvæði? Klálega Hjörvar. Takk hella fyrir. Heldur með dönum á ég? Klálega, þeir eru bestir. Áfram Danmörk. Manstu hvað það varst 92 þegar þeir eru Evrópumeistarar? Þeir eru örugglega einhvers staðar í bleiu. Einhvers staðar í bleiu, já. Ok. Maður var svo gammal, nei, kannski ekki gammal sjálfur, en maður var svo vel eftir þessu. 12 ára var ég, þegar þetta var. Það var 30, sko, þannig að ég man eitthvað. Já, 30 ára nú. Svo þú glemir þetta aldrei? Nei, ég glemir það aldrei. Du snackar dansk, ja? Ja, det gør jeg. Takk så mycket för ringe. Ja, det var så lidt. Ok, bye. Herðu, það er 2-0 fyrir Hjöppa hérna. Er Captain Hollywood ekki fá neitt stig? Það er FM 95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Það er ég alveg að Hjörvar. Já, þetta er náttúrulega sko lagið mitt var viðbjóðum. Shit, hvað þetta er pinnandi. Ég spilaði vittlust lag. Það er alveg hlægilega ásnæðilegt, sko. Ég veit að þetta er svona tónlist sem að Egill og Hjöppi fíla hérna félagarnir. Þetta er algjör hólpjóður. Heldur þú með dönum? Já. Heldur þú mest með þeim á EM núna í sumar? Nei, ég vil ekki. Ég verður að segja frakkanir, sko. Frakkanir, já, ok. Ég ætla að tippa það þá. Já, ok. Þá bara áfram Frakland. Já, ég held að. Herri, ég tjekka þér. Takk fyrir það. Takk. Má, ég er svo vanur að kveðja í símanum þegar ég tala við fólki, ég tekka á þér. Ég held ég sé ekkert að fara að tekka eitthvað á henni, þetta kemur einhvern veginn, ég ætla að passa þetta. FM 95 blöð, hver fær þitt atkvæði? Hann Hjöppi. Takk fyrir það, takk kjalla fyrir það. Hefur þú búið í Danmörku? Já. Hefur þú Snakkar dansk. Já, þú snakkar dansk. Hefur þú farið í Legoland? Já. Það er aldrei gaman. Já. Viltu fara með Hjöppa í Legoland? Og ég var að fara í Djurs Sommerland í leiðinu og Tívolíð. Já. Já, það er alltaf 4. Ágættu summit. Takk kjalla fyrir þetta, 4-0 fyrir mér. Takk fyrir að ringja. Bye. Þetta getur fyrsta clean sweep. FM 95 blöð, hver fær þitt atkvæði? Hjöppi fær mitt. Það var laglegt. Takk fyrir þetta, vinnur. Þetta er náttúrulega þegar ég fæ ekki að velja lagi, þegar ég vil ekki lagi sjálfur. Með hverjum heldur á EM, vinnur? Ég er með Englandi, það er langbæst. Ég sammála því. Það er mitt lið nummer 2. Takk kjalla fyrir þetta, vinnur. Bless. Já, ég veit ekki. Ekki neitt. Þetta var 5-0 fyrir mér. Já, byrju, ég reyndi að stoppa lagið mitt. Það virðist vera stemning. Ég reyndi að stoppa lagið mitt, Hjörvar. Þú leiðir ekki, þú ert svona ekta, svona keppnismæri þú. Ég bara hefði, ok, þetta er vitlaust lag. Þú bara, ok, það byrja að spila og ég mátti ekki breyta. Nei, ég get ekki verið að gefa endurlega sjans. Er það hægt? Það er þetta á viðbjör og ég sammála því að ég skilja að tapa þessari keppni. Ég vann þetta með serbneska lagi, það tók ég gríðarlegan sjans. Ég vann þið með Venga Boys, Boom Boom Boom. Já, þetta lag sem ég var að spila í viðbjör. Og svo tók ég þetta með þetta útspil í dag, mjög djart. Ég þarf að láta sögum að menn heyra. Það steytist hér í Brjánbeka, hann er hér rétt handa á hóðni. Uppákoma verða Retro Stefson og danstískusýninga hætti Jasmín Olsson. Taktu þátt í skemmtilegri miðnætturokknum. Sjáumst, Smáralind. Þegar Halldór Laxness var að skrifa Heimsljós fór hann og gisti á Eyjafjallajökli til að upplifa bæði kuldann og fegurðina. Vertu með í sumar á stærsta 3G-neti landsins. Hvaða útsýni á skilið að fá Nobelinn? Segðu okkur frá því á Facebook eða simin.is. Meira Ísland með símanum. Fáðu EM í fótbolta beint í æð á þýska barnum. Magnaðu spennuna og vertu með í stigaleik Karlsberg. Þeir getspökustu vinna flug og miða á Arsenal-leik fyrir 2. Þýski barinn.
5 blöð hér með ykkur á FM 957 Ötti blöð og Hjöppi K með ykkur til 6 í dag í Fanta-feeling Fanta-gýr Fanta-gýr og Hjöppi, ég óskaði til hamingju með þessa flottulega keppni þó svo að ég verða að taka henni í dæmið að það var vitlauslega í gangi hjá mér Það er skrítið, alltaf maður vinnur í einhverju þá er alltaf eitthvað þó Nei, ég oft gefið sig Ok. Hérna það er eins og það er komið að reyna að hringja í mann sem svaraði mér ekki í síðustu viku. Hann heitir Brjálbreki og er mikill grínisti og ég ætlaði svona athuga hvort hann myndi svara núna. Hann allavega vissi að ég myndi hringja hann hlýtur nú að svara hérna kallinn. Steinblæðin númeri á stráksa. Já. Þú hefur náð sambandi við grófustu kynlífslínu í heiminum. Halló? Er það Brjálbreki? Hver er það? Þetta er Ötti maður. Ötti blönda, blessa, til hamingi með velun með besta myndbandið. Það er veit myndband. Takk fyrir það. Þú hefur eiginlega átt að hafa textan sko, af því að þú ert alla daga. Ötti blöð verður með honum á mánudögum. Ötti blöð tekur 3 daga og sig, Já, bara Ötti blöð verður alla 5 daga og á föstu dögum verður þetta Ötti blöð, af því að þú ert alla daga. Já, þetta er skemmtileg pælingar. Þetta er aldrei fyndið. Ég myndi að segja Sveppar og þessu hugmynd. Hann grenja og látri. Já, fannst honum þetta æði. En þá sagði ég Sveppa, Sveppi, þó að Ötti sé einn af 25 mestu meisturum í heimi, þá sagði á Íslandi, þá sagði Sveppi, nú jæja. Já, búið. Þá sagði Sveppi, sko, og núna segjum við félaginu alltaf við hvern annan, þegar einhver segir eitthvað sko, jæja, ég var að, með þessari gælu eða kannig, þá segjum við alltaf, nú jæja. Já, það þarf ekki mikið okkur félagunum, það er bara ef að Sveppi segir eitthvað, þá er það bara orðið að þrýna okkur. Það er bara góð frasi, þess nú er ég búinn að skrifa henni, núna á hann þetta. Já, ok, þannig að þú gefur honum það. Já, þetta er eins og ég á hana, once you go black, you don't go back. Þú átt ok. Sko, það eru 12 ár síðan ég byrjaði með það. Já, hvað á ennsku bara? Á hverju sagði þetta á ennsku? Bara þegar mér þetta rímaði. Já, ok. Once you go black, you don't go back. Það hefði ég eftir ég var komin að bækinu á einnig byggsvart. Já, hættu þessu, Brjál. Hérna, það er nú bara gaman að skuli svara. Hvað varst að gera í síðustu viku? Thank you, Alec. Thank you. Hvað meinaðu? Hvað meinaðu? Bara kærastæðin svaraði síman og ég gæti ekki... Ég á ekki kærastu í fyrsta lagi, ok. Ok, hún sagðist þér að kærastæðin? Ok, nei, ég reyna að borða meira en 1 taco. Ok, hvað er það Benni? Meira en 1 taco? Já, á hverju komst ekki í síman í síðustu viku? Kemur það ekki við? Hvað? Það finnst ekki. Hún vissi ekki hvað ég var. Alec. Já, en við erum góða vinni. Hvað varst að gera? Á hverju... Þú ert búinn að svara mér... Ég er reynda búinn að skemma á mig hnén. Ég er búinn að vera dálítið eins og þú veist að það er dálítið mikið í dagi. Og það er pínu vont á beru gólfinu. Þannig að ég þetta aðeins að láta tappa hnén á mér. Varst í hnéaðgerð? Já. Ok. Það láta laga þetta. Já, ég skilji. Já. Heyrðu, þetta er blöndan. Já. Ég sá að einhverja kettlingar ætla að fara að selja föt í kólaportinu. Já. Notuð föt í kólaportinu. Það er margar í því. Halló. Það er álíka spennandi að kaupa notuð föt í kólaportinu og kaupa, það er svona álíka spennandi að kaupa notað plump. Þetta er svo lélegt. Þetta er halló, já, ég ætla að fá notuð föt í kólaportinu. Já. Það er mjög lélegt. Já. Það er ekki exið rétt hjá þér. Þetta er líður frosta svona núna að fara að hittni í veðri. Ég er ekki mjög illa með það. Já, hann er þetta stattur í Fraklandi en hann er ferskur. Hvað er málið með kettlingar og bíla? Halló! Þið sko að þið er að baka en ekki að bakka. Já, þetta er rándýrt prógram hér í gangi, heyri ég. Hérna, Smáralind. Þetta á hverju vestu þetta gellum? Hættu, Brjál. Ef þú sé Smáralind á ofan? Já, Brjál, þú ert búinn að segja hann að brandara svona ángrins 10 sinnum. Þetta er svo lélegt, hættu þessu. Hérna, hvernig væri hérna, konan hann að verði fórseti? Hvernig verður það? Það var ekkert að því. Barack Obama að taka hendina á henni. Herru, það var gubbulegt á henni, er hann ekki með lítið papp? Já, það er enda pínu gubbulegt að fórseta Íslandsinn. Herðu... Þú veið með það? Já, bara hálf, þú ert fesku sem fyrir. Barack Obama, fyrir ekki,
Það er smá gubbulykt á henni, en annars allt í lagi. Heldur þessi gubbulykt á henni bara mörgum vikum eftir hún búin að eiga? Er þetta ekki lagi með þig? Nei, ég bara, þú skilur þetta bara, í nýja prógraminu, ég er komið alveg splungun í prógram. Já, ég heyri það, þú ert á þvílíku... Ég ætla að ferðast landið. Þvílíku snúning, já. Og þannig að ég er með fullt af nýju, prógrami. Ok. Það er málum með kellingar og tölvur. Látið þær vera. Það er svo lélegar á tölvum. Nei, það er ekkert lélegar á tölvum. Ok. Herru, ég ætla nú að spyrja þig... EM að byrja. EM. EM er að byrja, með hvernig heldur það þar? Ég held ekki með neinum. Nú, ok, ætlar ekki að horfa? Ég sagði daginn, þetta er skemmtilega á hundkúka en að horfa EM. Nú komið gott að þessu hundkúka hefði byrjað á sig. Þetta er mjög fyndið. Það er einn leikmaður í Pepsi-deildir í fótbolta sem segir þetta alltaf við vinsinn. Ef hann kemur einhverja lélega hugmynd. Ég bjó þetta til. Já, veistu að ég skal gefa það þetta áttu. Ég bjó þetta til. Þetta er auðvitað einast. Ég bjó til. Frekar myndi ég horfa á hundkúka en að gera hvaða. Þú mátt eiga það. Það er auðvitað eitt að fá sem að þú er actually samið sjálfur. Þú að koma svo með meira á kótilettuna eða Selfossi? Nei. Nei, þú ert meira í lambakjötinu en kótilettunum. If you know what I mean. Já, ég skil. Kótilettunum. Sveppi að spila. Já, Sveppi er hendur að spila. Sveppi alveg hringir og hverjum degi að beða að koma til nýjan Bórat. Nei. Eða egg. Herðu, ég ætla að kveðja þig. Ég tjekka það. Takk samt fyrir að svara. Já, við erum feskir. Hvernig? Já. Spilaði þú ekki með liðið í fótbolta sem heitir Skallagrímur? Jó. Ákveð kemur það ekki óvart. Herru, já, skítið. Spilaði þú ekki bara, og varstu á komið skallaði það? Herru, ég heyri þér, Brján. Herru, heyrðu í mér. Já. Hommi segja ha. Ha. Ég sagði hommi segja ha og þú segir ha. Herru. Þú ert að fara það við og veist alltaf hættulega mikið homma. Herru, ég er búin að tala margótt að verði leiknir. Nei, læknir. Já, herru, ég beð heilsa. Veistu vinur minn. Já, ég beð heilsa. Það er sem vinur frænda míns. Já, bless. Herru, skítið. Já, bæ. So I'll be on my way. So I'll be on my way. Þetta er Alex Clare hér með lagið Too Close. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Brjáln Breki hérna á henni í miklu stuði. Hún lá bara á að tala stráknum. Það er svo að vera á einhverju labbi. Er það hérna og þú í útvarpinu samt nýkonur endiðarslega ekki? Já, þakkaði fyrir að minnast á það. En á ég segja þér... Ég hefði samt haldið að þú myndir ekki fara á. Að ég myndi ekki mæti vinnu? Nei. Ég er svona típan sem hefði ekki... Ef ég væri að vinna við eitthvað annað þá ég alltaf farið heim tíminn. Ég get alveg lofaði því. Ef ég væri í gamla starfinu mínu þá ég farið og sagt til strákana herri, ég kem á mánudaginn. Ég ætla að jafna mig á morgun líka. Já, En við erum helfeskir hérna. Það er eina við þetta sko núna að deyfingin er að fara. Þá er þetta að verða eins verra sko. Ég við ekki hérna. Ég er að fá svona nettan hausverk. Þetta er gríðlús ásökið það? Nei, þetta er ekki... Nú veit ég úrst að Petrin er sem er... Nei, ok. Það er komað smá sásöki, ég við ekki hérna. En það er hins vegar komið að hotni hjá okkur Hjöppa sem að hefur nú verið vikulegt en samt ekki verið í rúma mánuð því að við höfum alltaf verið í pepp-hotninu og að því að bæði búið svo gott viður og Hjöppi búin að vera mikið með mér á föstudögum en nú held ég að sé alveg komin tíma að fólk að úti fá að tuða eins. Já. Það ekki. Tuðhotnið í FM 95 Blö. Á ekkert að fara að moka göturnar. Strákæs, stelpæs, hommæs, veitu hvað endar þetta allt saman? Ef þessu er ekki breytt á drepið mig. Hvar endar þetta allt saman? Hvar endar þetta allt saman? Þetta er vanhæf ríkisstjórn. Af hverju fá konur í viðskiptalífinu ekki meir umfjöllun? Það vita það allir að hann er hálfviti. Hvernig getur Luis Suárez fengið 8 leikja bann fyrir þetta? Já, við Garbaingar heimtum úrbætur. Ég læt akka vini mín á Facebook vita ef þessu er ekki breytt. Hann er bara dónalegur. Erum við öll að borða innasalt? Nei, strákar, nú haldið þið kjafti. Síminn er 511-0957. Hárrétt síminn er 511-0957 og það er að gera að hringja núna ef það er eitthvað sem að þú þarft að tuða yfir. Það er ekki oft tuð á FM 957, hér er oftast stuð en það er á þessum tíma dag sem að fólk fær að tuða á FM og við ætlum að opna fyrir símann FM 95 Blö. Yfir hverju vilt þú tuða? Ég ætlum að tuða KFC. KFC? Já. Ok. Ég er búin að fara tvissunum. Já, slaka á, það liggur ekkert á. Hvað sé ég á? Ég ætla ekki að slaka á. Ok, brjála, sorry. Ég fór og keypti svona fötu. Já. Þá klikkuður á Hells Barbecue-röðunni. Ok. Þá fór ég í setjarskipti. Já. Og keypti súkulegstykki með þessu.
Súkkulaði? Hvað súkkulaði? Hraun. Æ, þetta hraunir eitthvað. Já, ok. Kem ég heim, opna pókan, hraunir ekki. Ég vona bara fólk frá KFC sé að hlusta núna. Það ríkalegt að Þetta er fokki máltíðina. Þetta ríkalegt, ég hef lent í svona dæmi. Eða ekki? Já, ekki reyndur á KFC en þetta alltaf sárt. Já, þetta sko, ef að vanta til dæmis einhverja sósu, ég alveg sammála því. Ég til dæmis fekk mér Ningsundaginn, og fekk ég mér 68 og keypti mér svona sweet chili sósuna til að taka með. Svo vantaði hana, þá eru núðlurnar bara ekkert eins. Það búið eiginlega matinn. Ég þrjuma hann með vegginn. Það er bara þannig, þú mölvaði bara fötuna. Nei, bombaði henni vegginn. Bombaði henni vegginn, ok. Herðu, þetta gott, takk fyrir þetta. Við vonum bara þetta komist áleiðis. Já, þetta var, ég fíla líka þegar fólk að tuða og þú heyrir það ekkert að djóka. Þetta eitthvað passionate og ég mjög ánægð með þetta tuð. Það var flott tuð þjónum. FM 95 Blöð, yfir hverju vilt þú tuða? Herru, mér langar að tuða yfir því að það er ekkert Waffle House inn á Íslandi. Ekkert Waffle House? Já, ok, er það gott? Já, það er ekki smakað það, varst ekki Ameríkur? Jó, það er svo margt að velja. Ég hef einhvern veginn aldrei tímt, sko, ég er svo vanafastur að ég hef aldrei prófað Ég er rosalega hrifinn af vöfflu, með sírópi og svona amerískt. Já, bara eitthvað bacon og sausage, eitthvað svona mótnana, eitthvað fyrir haframjöl og eitthvað kjafta. Ok, en hvað ferðu þá, fyrst það er ekki Waffle House? Já, það er bara haframjöl. Það er bara haframjöl. Ég heldur þetta líka með hvort ekkert yfir þessum skiptum. Jó, þú veist ekki hvernig hann er. Nei, ég er enda ekki. Það er kannski málið, þetta er rétt hjá þér, þetta er góð átilega. Ég þarf nefnilega sko orkina, það er alveg. Já, kannski er ekki allir líka með einn sko. Ég held að mér, þú veist, einu sem var alltaf morgunmatur minn 2 bragðsterkar með kartöflusalati og 2 súpudósir. Já. Og þá var ég í hörkufókin standi. Já, ég vil segja, ef maður byrjar á þessu, þá hefur maður allan daginn til að kveiki í þessu. Nákvæmlega. Ert þú ekki svona típa hér og þú mátt borða það sem þú vilt og það fer aldrei neitt á þig? Ekki lengur. En herðu, ok, þú vilt fá vöfflúsið á Ísland. Herðu, takk fyrir það. Ok, fólk er að tuða yfir ýmsum hlutum og við skulum aðtóka yfir hverju vilt þú tuða? Já, góðan daginn. Ég fór tuða yfir tuðin í þjóðfélaginu. Já, ok, það er endur ágætist tuða, það er endalaust verið að tuða. Já, er ekki komið nóg að því að? Já, þannig að þú vilt, en viltu þá vera að tuða fyrst að það er komið svo mikið af tuði? Já. Það er að slökkva á tuði, fæ tuð með tuði. Já. En veistu hvað, ég var samt að fatta dag, maður var að tala eitthvað að við Íslendingar værum að verða svo leiðilega, sko. Það er ekki þannig. Íslendingar eru viðbjóðslega skemmtileg þjóð og bara, ég myndi segja 95% Íslendingar eru hrikalega skemmtilegir. Hvaðan ætli séu mestu tuðararnir? Það er þessi 5% sem að heyrist hátt í. Hvar á landinu eru mestu tuðararnir? Ég er alveg með svona 2 staði í hausnum, ég nenni bara ekki að segja á. Það er ekki Kópavogurinn, já? Nei, það er allir ánægðir í Kópavogi, það er svo mikil uppsveiflaðar, en ég held ég viti hvað staðið tuða mest. Hvað, viltu meina sem meira tuða út á landi? Nei, ég var ekkert að segja út á landi, ég var ekkert að segja það. Ég segi bara, ég veit 2 bæja sem er tuða meira enn í öðrum. Ok, þannig þú ert að tuða yfir tuði. Já. Herðu, takk fyrir þetta, kallinn. Við skulum taka hérna 2 í viðbót og þá er tuðhotnið. Búið FM 95 Blöð, yfir hverju vilt þú tuða? Já, halló, ég ætla að tuða yfir að Ríó Ferdinand sé ekki Englandshotnið. Já, það er nú meira ruglið, maður. Já. Ertu pirraður yfir þessu? Heldur Manchester United? Nei, ég er ekki Manchester United maður. Já, ok, en heldur Englandi? Já, ég held með Englandi. Já, þetta, ég ránaði með þið. Þetta er skandal, ég er alveg sammálaður hana. Hvernig heldur að leikurinn á móti Frökkunum mándaginn fari? Við munum vinna 3-1. 3-1? Hver á eiginlega skora þessi 3 mörk fyrir enska landslið? Það er Darren Bent 2 og Ashley Young 1. Já, ok, takk, já, flott hjá þér. Ok, takk fyrir að hringja. Ok, bye. Herru, ég væri til í alvöru tuð hérna, segðu mér og er eitthvað gott tuðand okkur. Já, þetta er Stefnirinn í Haugum. Stefnir. Ég vil tuða yfir hérna tvíburabróður minnum honum Bjögga. Hann missir alltaf stjórn á skapinu sinu hvena sem er. Já, er eitthvað vesinn á honum? Í miðjum leik, bara kýli mann og annan fór rauðspjöld og eyðileggur fyrir liðinu. Já, Líka þurfum í FIFA, hann brjálaður. Og svona tæpir í skapinu, strákurinn? Tuða bara yfir uppöldinu og mömmu og pappa. Já. Hann er ríkalegur. Þannig að þú ert að tuða yfir bróðinum? Já, hann má alveg fara að passa sig. Já, hvað er hann gamall? Hann er á 18. ári. 18. ári, já, þetta. Já, það er náttúrulega mikið. Hormónanir. Hann vex upp úr þessu. Það er hormónandi maður, það er láttum. Við höfum allir verið 18 og einhvern tjón. Nefnum þessi kærust, hann er náttúrulega nýkom með kærustu og svona... Nó, ég held að menn myndir róast við það, ná sér í góða stúlku. Já, hann æsist allir upp, sko. Er hún kannski svona hörð við hann að hann fær ekkert að blása út heima, þannig að hann bitna? Ég held það, ég er alltaf
Ég þoli ekki þetta skapið í honum. Ég reynda sko, ég held, Hjörvar, að skapið í mig var að skána og það er búið að skána gríðarlega þegar kemur að íþróttum. Ég var hins vegar í skvassi í morgun. Það er endur eitthvað við að vera inn í svona heitu glerbúri og sko ég var að tapa og ég er búinn að vera á góður róli sko og skítapa og tapa með svona manni sem ég tapa ekki oft fyrir í skvassi. Ég var geðbilaður. Ég er eiginlega ekkert að skána í skapinu, það fer eiginlega bara eftir hvað ég er að gera. Þannig að þetta á kannski ekki eftir að vaksa á honum, en við vonum það. Já, vonum það. Herru, takk fyrir þetta, kallið minn, og það er síðasta tuð dagsins. Yfir hverju ætlar þú að tuða? Já, sæll vertu öll minn, þetta er hann Bubbi. Sæll vinur. Hvað segirðu, kallið minn? Herru, ég er góður en þú. Ég held að þetta er res. Ekki, yfir hverju viltu tuða? Herru, ég er svo rosalega pirraður. Ég nefnilega fór og ég var svoleiðis ævavítlus núna út í útgerðar fjessin. Já. Já, ég raunir á Austurvelli, vissur það? Það eru snarvítlusir. Já, þetta er snarruglað. Þeir eru búin að vera hérna vaðandi með skítin upp á brókunum, skítandi yfir alla hérna litla mannin, áratugur saman og nú ætla þeir ennþá meira kvart á hvern. Þetta er alveg ótrúlegt hvernig maður, sko, ég svoleiðis gekk upp á honum hérna, ég man nú ekki hvað hann heitir, Guðmundur í Grími á þann. En Bubbi? Hvað segir þetta minn? Þetta er Hjörvar hérna, væru ekki til að taka lagið fyrir og kannski fyrstu línuna einhverju góðu lagi? Þetta kempi ká. Þeir eru alltaf að fýblast í útvarpinu, þetta er svo ótrúlegt. Getur þú komið með eina línu úr einhverju lagi? Æ, ég veist, ég nenni ekki strákar, það er svo leiðilegt. Það er svo leiðilegt, við byrjum að heilsa þér Bubbi og hafa það sem allra best. Það eru strákar, látið nú einhvern heyra í þetta í útgerðinni. Við gerum það, þetta var Bubbi Mortens. Já, þetta var svona fín eftir hérna. Já, var þetta ekki 6 fyrir hann í 7? Taktu eitt Bubba fyrir mig. Þú ert offitjusjúklingur, það er bara þannig. Mjög lélegt. Mér finnst rosalega gaman að... Þetta er ekkert Bubbi Mortens. Jú. Nei, hvað heldur hann? Bubbi Mortens, hann talar bara eins og maður, skilur þú voru að tala. Mér finnst rosalega mikið miskilning. Þetta er skelfur. Þetta var leið sem við að tala um, þetta er fínt lag hjá hún. Þetta er gott. Þetta er Justin Bieber og þetta var tuðhóðni. Takk fyrir tuð dagsins. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance so you'll never ever know. I got money in my hands that I really like. Be a Buzz Lightyear, fly across the globe. I don't ever wanna fight, yeah, you already know. I'ma make you shine bright. Justin Bieber með If I Was Your Boyfriend. Lagi heitir enda bara Boyfriend og ágætið smellir hérna á ferð hjá þessu krakka Gerpi. Nú, Gerpi? Nei, þetta er vittur okkur. Það er svona þessum krakka bara. Þetta búin að horfa á myndina um hann? Myndina með honum? Nei. Er þetta ekki búin að sjá hana? Nei. Ég hef hört hún sem er góð. Já, ég veit ekki. Maður að fara á vídeolegu og leigja Justin Bieber myndina bara einn eitthvað, 31 árs gamall. Það er gengur rátt við það. Hættu, já, og er 31 þangur til í næsta mánuði. Já, ég er alltaf 31, svo minn kalla með það alveg. Þú verður 32 eða? Hvernig verður þú 32? Hvað ert í setni bara? Nei, setna. Setna? Hvað, oktober? Já, þetta. Heldur það hvað? Já, ég er oktober. Já, oktober. Er það ekki eitthvað rátt að fara og taka hérna, hvað heitir þessi myndóttur? Myndin Justin Bieber? Já. Hún heitir eitthvað hérna, jú, við veitum það, en skiptir ekki öllum máli? Það skiptir ekki öllum máli, nei. En ég var að spá að segja hérna frá því, Hjörvar, að nú ert faðir. Já. Þetta er alveg skelvett. Ég var ekkert viss hvort ég ætti að segja frá þessu hérna dæmi, en það þetta er svona fyrir fólk að núti ef þú ert að láta manniðin vita að þú ert ófrísk. Já. Og það eru konar hérna nokkar aðferður. Ég var bara að lesa það fyrir þig. Já. Það er ein hérna. Láttu hundin kjafta frá. Skrifaði mamma er ófrísk og lítið miða og festa með hundahólina. Fylgstu með viðbröðun þegar hundurinn hleypur á mótónu þegar hann kemur heim. Þetta er eitthvað versta hugmynd sem ég Þetta er ömurleg hugmynd. Já, svo kemur þetta næsta. Stafaði það. Byttu hann að spila við Scrabble og tjáðu með því að nota stafina á spilinu. Já, það viðbjóður að þetta maður. Svo kemur næsta hérna. Hvernig áttu að láta manniðin vita og sétt ófrísk? Prentaðu á ból. Láttu prenta. Ég er stóri bróður á ból handa syni ykkar. Klæddu hann í bólinn áður en gamli kemur heim og vinnun og láttu hann taka móti pappa sínum í fórstofunni. Já, ég veit ekki okkur ég er að lesa þetta. En hérna, hvernig hafa þær konur sem þú hefur gert ófrískar látið þig vita? Ég og engin börn. Þú pottið eitthvað en gert ykkur ófríska? Nei, ég sver það við bara móður mína. Ég hef aldrei búin að vera á fullu núna eins og rófulaus hundur í 16 ára. Það lítur að hafa... Ekki hennar viðbjóðhjóru, verður ekki að lú upp á mig þarna? Hefur aldrei? Nei, aldrei. Hvernig fegst þú að vita að vera pappi?
Það var bara að fara í eitthvað apótek og getið test og tjekka það í. Já, bara saman, eitthvað. Já, það var ekkert eitthvað sko... Það kom ekki hundur með miða hlaupandi til Nei, það verður aldrei hundur á mínu heimili. Nei, ég enda mér langar í hund. Ég var til að hund sko bara, þú veist, hann er það bara út í sveit. Ég er nefnilega svo mikil dýravinur og ég get ekki hugsað mér að hafa þetta enn í bennum. Hvað er að því að þú ert með garð og svona að vera með hund? Já, ég vil leyfa dýrum að vera frjálsum sko. Ég held að hundum myndi gera helling fyrir mig. Það myndi hjálpa mér að taka ábyrgð á einhverju og svona aðeins kenna mér. Ég er að spáða að fá mér hund. Fá þér hund? Já. Það líka er það algjört chick magnet. Þú getur verið svona alltaf að taka myndir á þér svona. Post og Twitter. Þessi svona allra hörðustu sem ég þekki. Þegar ég var eitthvað svona chihuahua hund. Já, ég myndi sko... Myndir, eða bara einhver stelpum vist allir hundarsætir. Já, þú getur alveg sveikið rott eins og chihuahua. Ef ég ætla að fá mér hund, þá fæ mér hund. Já, ég veit það, og svo er þetta mynd ykkur saman. Besti vinur minn. Það farið svona 80 like og eitthvað. Æi. Fór út að labba með kópin í dag. Já, kannski þunnur. Lígur því að fara út að labba með hann. Fyrir hann nýbúin að mikið innegri. Já. Já, þetta er ágættist. Hvernig líst þér á þetta? Mér líst vel á þetta. Við ætlum að skoða þetta. Við ætlum að fara hér í örstu. Eða að skoða hunda? Er rétt hundasemni? Nenna að koma með mér að skoða það. Nei, ég ætla bara að gera á netinu sko. Það við getum tekað þetta, hvað finnum ykkur að láta. FM 957 í sumar með Sinalco og Góu. FM 957 verður á faraldsfæti í allt sumar og heimsækir nokkra velvalda staði. Næstu helgi verður við á Kótelettunni á Selfossi. FM í beinni, leikir, skemmtun, grillveisla og fullt af Sinalco og Góu namni. Vertu með í Sumarfjöru FM í sumar og taktu þátt í gleðinni. FM 957, Sinalco og Góa. Frábær þrenna í allt sumar. Það er happy hour á Hamborgarafabrikunni í kvöld frá klukkan 10 til 12. Það er gleðin á góðu verði. Við skutlum í bæinn. Hamborgarafabrikan. Hamborgarafabrikan fæst í Hagkaup. Nú geta fótboltaunnendur slegið fabrikuveislu með boltanum. Fabrikuborgarar, fabrikusósurnar, grísarifin, fabrikuísin, skýrtertafabrikunar og gulrótarkaka. Grillhandbók fabrikunar fylgir frítt með. Hamborgarafabrikan í Hagkaup. Er kortið þitt með eitthvað vesen? Hraðpenningar.is. Samfilm kynnir, hún myndar klíkur, brýtur reglunar og svipar til móður sinnar. Bráðskemmtileg rómantísk gamamynd með Miley Cyrus og Demi Moore. LOL, frumsýnd 8. júní í Sambíónum. Tromp í nýjum umbúðum. Trompaðu daginn, fáðu þér tromp. Smáralind er opinn til 12 á miðnætti í kvöld. Komdu og njóttu dúndur tilboða, frábæra skemmtiatriða og glæsilegar tískusýningar. Einnig höfum við sett upp spennandi pop-up hönnunarmarkað. Taktu þátt í skemmtilegri miðnætturopnun. Sjáumst, Smáralind. Kíktu á fmiceland.is. Mikið úrval af heimilis, ferðunar og snyrtivörum. Fáðu EM í fótbolta beint í æð á þýska barnum. Magnaðu spennuna og vertu með í stigaleik Karlsberg. Þeir getspökustu vinna flug og miða á Arsenal-leik fyrir 2. Þýski barinn. Þú hefur þetta allt í hendinni. Þú fær 25% afslátt af matsæli úrýttu kórullunar í allt sumar. Sættum kortið og náðu í appið á hringtorg.is. Við hjá Dominos höfum gert endurbætur á klassíska pizzabotninum okkar. Nú er hann með gómsætum hvítlauk og parmesan á kantinum. Þú pantar á dominos.is eða í síma 58 12345. FM 95 blöð á FM 95. Lionheart með hljómsveitinni Of Monsters and Men. Þið að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og það er komið til okkar góðu gestur. Hann heitir Össur Hafþór og já, verður velkomin Össur. Takk. Ég reyndar heitir Össur Hafþórsson. Hafþórsson? Já, þá var það komið. Takk fyrir mig. Já, við erum, konum við hérna í spjalla því að nú erum við Hjörvar. Við erum nú ekki miklir tattoo-menn. Ekki ennþá. Nei, en það er verið að halda núna Icelandic Tattoo Convention, ekki satt? Jú. Og, já, hvað er að gerast á þessari hátíð? Svo ég byrji bara því áður fyrir að ræða um okkur. Já, sko, svona basically í grunninn er þetta sem sagt í 7. sinn sem við höldum þetta. Já. Og við höfum haldið þetta síðan 2006. Er þetta eitthvað alþjóðlegt? Já, þetta við höfum verið með alþjóðlega artista á þessu. Þetta er náttúrulega
niðurstaðan að þessu eru erlendir listamenn sem að koma. Ok. Og svo hefur þetta svona þróast bara og nú þetta komið út í það að við erum konum með þetta semst upp á Bar 11. Við leiðum svona stórt veislutjald frá Seglagerðin Ægir og settum það út í bílarplanið þar og verðum með semst flúrarna þar og tónleikana inn á Bar 11. Það Sigur og Sólstafur og fleiri sem að spila. Og svo voru þau svo skemmtileg við okkur í bílastæðahúsin og bílastæðasjóði sem nú svona frekar erfiður oft. Þeir lánuðu okkur semst bílastæðahúsi sem bara við hliðina Bar 11, þetta bara 5 skref yfir og þar ætlum við að vera með semst bílasýningu frá Cadillac-klúbbnum og Cruiser. Þannig að þetta risa hátíð bara? Já, þetta bara... Þetta svona kannski eins og sjávarútvegssýningin, það bara svona Já, það má segja það, já. Hvað er mann að gera hana? Er það að koma svona sína? Ég gerði þetta hérna og bakið á einni hérna daginn? Já, kannski já. Þetta maður reynilega svona, ef maður útskýrir þetta svona einfaldan hátt fyrir svona leikmennum eins og ykkur, þá þetta reynilega bara stór tattoostofa. Ok. Þetta bara basic. Þannig það allir að mæta núna og... Það bara, menn eru bara að vinna niður frá, það allar vélar í gangi og voða gaman og... Ok, er fólk á Íslandi sem býður með að fá sér nýtt tattoo af því að það styttist í Icelandic Tattoo Convention? Sko, það mjög algengt eins og það var gæi fyrra sem að koma núna aftur og sá sem var í fyrra, hann að koma aftur núna þannig að hann að vinna í honum þá. Menn vinna þetta oft með ársmillibili og... Er einhver Íslendingur það snobbar hann að býða eftir hollenska gæjanum eða eitthvað til að tekna á sig? Kannski ekki snobbaði, sko. Málið það að þetta fer ekkert af í sturtu, sko. Nei. Þetta er ekki svona tyggjótattoo? Nei, þetta er ekki tyggjótattoo. Og ég sé, sko, 90% af málunum er að velja réttu myndina. Það er svona máli, sko. Þannig að býða eftir sama gæjanum í 1 ár og hafa þetta á sér í 50 ár. Það er miklu betra að sofa á þessu heldur en að vaka yfir þessu hérna með, sko. En er einhver svona tattoo-gaur út í heimi sem er besti tattoo-gaurinn eða? Nei. Það er ekkert frekar heldur. Þetta er ekki klámyndaháttíða sem hefur verið að velja besta tattoo-garan eða neitt þannig? Nei, þetta er ekkert skilt þýrendar, en auðvitað eru við með keppnaðinni og það eru best of show og svona fleira, sko. Já, ok. Já. Þannig að það er... Hjörvar, þú ert ekki með tattoo? Nei. En ekki þú heldur? Nei, ég er samt fengið með tattoo, það er bara farið. Ég vekk með svona broskall í ameríska draumnum á Elina og það er farið. Það er búin að nuttast þannig á Stórutanna, segi ég. Þannig ég er búin að labba svo mikið á því að fór. En þú ert með, ég sé hérna, nú erum við í útvarpinu ekki í sjónvarpi, þannig ég þarf að lýsa þessu, þú ert með, hvað er þetta, rós eða hvað er þetta með hann á hálsunum? Þetta er rósina. Bara á barkakilinu? Já, það er eins og sett með trefil en þú ert ekki með trefil? Já. Þetta er, hvað fær menn til að fá sér, tattoo á barkakilið? Kannski ekki endilega á barkakili, mér finnst bara mjög flott að vera með á hálsinum. Já. Og hérna til dæmis dóttir mín heitir Isabella Rós. Ok. Þetta er svolítið tengt því, sko. En var þetta ekkert vond? Og, jó, þetta, ég sé, sko, ég er með tattoo á, mjög mörgum stöðum. Og hérna, en þetta var það versta. Og ég bara eiginlega ætlaði ekki að hafa þetta, svona þér að segja. En allt annað, þú veist, er alveg bearable, sko. Og eins og ég sagði eitthvað um daginn, sko, David Beckham, hann er með tattoo. Út allt. Já, þetta getur ekki verið það vant þá veist að hann er með tattoo. Já, það er náttúrulega gæi sem þarf náttúrulega, jú, hann er glerharður, en hérna, viðhorf gagnvart tattúum hefur breyst svolítið mikið. Hérna í gamla daga, ef maður sá einhverja gæja, þá hafa hann náttúrulega einhvern tíma verið á hrauninu eða í einhverju mótorhjólaklúbbi eða sjóari. En núna er bara, þú veist, það er búið að gengisfella tattúum svolítið. Núna er bara gæin á kerrunni komið með þetta og svona, þannig að þetta er ekkert harðfausaták lengur. Nei, alls ekki. Sko eins og stelpur líka, algjörlega? Já, ég meina, það er mikið að stelpum og ég meina, við bara eins og gana að segja, sko, við fengum einum daginn, held ég, maður hvort það var 67 eða 69 og hún hefði alltaf langað í tattoo, en maðurinn sagði alltaf nei. Nú svo fellur maðurinn frá og þá letum draumir ræstast. Ok. Og það er eins og það, sko, eitt sem ég hitt á hann að hann er með svona black and grey tattoo, þú veist, og amman segir svona, þú ert alveg að vera eins og fótboltamaður. Nú svo sáum við Breiðvík hérna, fjöldamorðingjan, hérna, þú veist, það er verið að setja hann í fótjárnin, sko, en sko, lögreglumaðurinn, hann er alveg helflúraður. Þannig að þetta er ekkert, sko, þú veist, og ég meina, þú veist, og ef þú heitir einhvern mann og segir, ég er með tattoo, þá segir hann bara, ég veit að mamma er með það líka. Já. Þetta er ekkert orðið neitt, sko. Er dýrt að fá sér tattoo? Hvað myndi kosta með að fá mér svona rós á hálsinn? Ég veit það ekki. 50 skall, 30-50 skall með hvað með stóran háls og veit hvað hann har stóra. Ok, mér finnst svona flottast í þessu bransa, mér finnst hann svona ekki að vera með eitthvað, þá myndi ég bara taka bara allan handlegginn. Já, bara fá þess líf. Þetta er ermi. Það er það ekki nóg svona skýrstu? Það hlýtur nú að kosta eitthvað. Já, en þetta er ekkert sem maður gerir á einni nóttu, sko. Nei. Getur maður ekki látið bara að gera þetta í einu dæmi? Jú, við sko, grínlega samt sem áður, erum við að gera þetta á Reykjavíkinga því að Íslendingar eru svo óðir, sko. Og þeir vilja ekkert bíða og við erum mikið að gera, þú veist, hálfarermir eða heilarermir, sko. Því menn eru bara hérna, vilja bara fá þetta. Já, þeir vita alveg hvað þeir vilja og allt svoleiðis, þeir menn eru bara að spá í þetta. Og hérna, og sko, amerísku flúrarnir, þeir eru mjög hissa á því hvað Íslendingarnir eru harðir og sitja bara yfir heila ermir. Þeir eru kannski að vinna, kannski á 1/5 svæðin úti
úti og það þykir samtal þokkalegt, sko. En ég segi alltaf við það, sko, it's the Vikings. Þetta alveg bara, it's the Vikings. En hvernig það? Kemur það stundu fyrir að einhver kemur það ömulega hugmynd? Segir maður bara að Öddi vildi fá tattoo á bringun á sér á mömmu sinni eða eitthvað, myndir þú að segja nei, þetta... Nei, sko, ef þú myndir kemja mynd af mömmu sinni? Nei, sko, það er akkurat líka sem er breyst í flórunum. Menn voru bara að fá sér træpantattoo þegar þeir var töff. Núna eru menn að fá sér, sko, portréttmynd af mömmu sinni, krakkana, dánatattoo kannski, svona minningatatoo og allt slíkt, sko. En samt sem að, sko, fáránasta tattoo ever. En ég fann það alveg strax því ég sá myndina að það var ekki þess virði að eyða mínum tíma í mínu lífi að breyta þessu. Þá kemur þýsku ferðamaður sem hafði fyrir því að láta þau ljósstunda fyrir sig hvað átt að þvo sér í sundlaugunum og þetta kom með og vildi fá bara í, þú veist, tokkalegri stærð, alveg svona vel yfir GSM síma stærð á handlegginn á sér. Nei, ekki alveg undir handlegginn, en það var á handlegginn. Ég veit ekki alveg hvað bjóða baki, en ég lét líka vera að spurja á henni svoleiðis, en þetta er svona, ég hef ekki náð þessum gæja, sko. Hjöppi, ef þú yrðir að fá þér tattoo, þú varst að segja, þú myndir fara bara í slífi yfir allan handlegginn. Bara taka bara allan pakkan bara og vera hérna með einhverjar rómverska tölur og bara hjörnur og allan pakkan. Já, og nafn á sinniðin og eitthvað svona. Já, og kannski þig hérna einhverstaðar á trísefn. Það væri gaman að vera með æfingadaginn þinn og Öddi blöð 4-6 alla virka daga er einhverstaðar hérna. Akkurat. Skemmtilegt. Nei, þetta er orðið ótrúlega algengt að það er bara náttúrulega allir. Við erum eiginlega í minnihluta. Ég veit, það er svona í kringum okkur, þá erum við eiginlega í minnihluta af okkar svona félögum, en hérna, hvað var þitt fyrsta tattoo, svona við klárum? Það var Rose, sem stóð á Rolling Stones og þá fór ég út á Rolling Stones tónleika út í Þýskalandi. Og hvað smeltur Rosinni? Ég smelt henni hérna. Á öxlina? Já. Það er svona algengast í staðurinn, ekki? Já, maður byrjar á því, en ég er líka búinn að setja yfir hann til 4 sinni. En þú veist að ég smá áhuga á þessu, þá verð ég aðeins halda árum. Þessi staður hérna aftur á rassinu og stelpum, er hann ennþá vinsæll? Það var svona leiðinda orða á þetta. Það heit Trump-stempi og eitthvað svona. Þetta er ekki svona, þú veist, þetta er svona líka kallað hnakaskraut, en þetta er ekki lengur. Stelpunir eru konar miklu með, þær eru bara konar í stærri myndir og þær eru ekkert eitthvað svona teaser, þær eru líka bara að sína þetta og, nei, það er ekki, og hefur ekki sem betur fyrir smita sig heldur út í strákana að fá sér svona flúraftan og sem betur fyrir. Nei, það verður bara viðkynast, það væri skelvilegt að sjá kallmann með það. Pétur Jóhann er samt svona típa sem ætti að vera með svona tattoo-aftan á. Ef einhver gæti og púla það af, þá gæti hann það, sko. En ég hvet alla til þess að, hvort sem ég ætla að fá okkur tattoo ekki, að tjekka á Icelandic Tattoo Convention. Þetta er á bar 11 og er frá 12 til 10 alla daga, núna 15. laugardag. Tjekkið á þessu, Össur, virkilega gaman að ræða þetta við þig. Og nú erum við Hjöppaðins fróðari með tattoo. Það kom hérna til mín ung stelpa áðan og bað óskalag og já, þetta tengist minningum og annað. Og þetta er líka bara rándýrt lag með Creed og heitir With Arms Wide Open og við ætlum að spila þetta við stúlkuna. Þetta er nú eitthvað fyrir þig, Össur. Creed. Já, rock and roll. Takk. Dansað. 2 risatjöld í boði Elements og Agent.is. Margir af færustu plötustúðum landsins í 3 heila daga. Miðasala í fullum gangi á bestaútiháttíðin.is. Eitthvað fyrir alla á bestu útiháttíðinni. Tryggðu þið miða á bestaútiháttíðin.is. Vissu þið að smálán Kretía er fljót? Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn Kretía, einföld þjónusta. Tímamótalottó! Nú er lottabátturinn 7-faldur í 5. sinn í sögu lottósins. 7-faldur og stefnir í 70 milljónir! Leyfðu þér smá tímamótalottó! Share of the day. Þeir að hlusta hér á FM 95 Blö. Öddi og Hjöppi búin að vera með ykkur síðan 4 í dag. Og ég svei mig þá, við förum ekki bara að kveðja strákarnir. Hann er mættur hérna, Rikki G, eða mínibarinn eins og vinir og ættingjar kallan. En það vildi Pétur Jóhann minna, hann væri eins og mínibar í læginu. Ég er ekki sammálaði, mér finnst hann bara lítið að stórkostlega út þessi strákur. Vorum við ekki að hlusta á Linkin Park núna og svo Creed þar undan? Jú, Creed var, þú hefði þetta að stelpa komið inn á baðum þóskalega. Hvað með eins og The Wanted eða eitthvað? The Wanted? Chased by the Sun eða eitthvað svona smá fjör? Nei, ég er ekki búin að vera full þunglitir? Nei. Og hafðu þunglitir áfram af því að þú varst í enda í Þetta er svo ósækjart, þú veist hvaða lag ég ætla að hafa sem lagi að launa heim. Af því að þú varst í enda í tökku væri þá bara að vera þunglind lög í útvarpinu. Herðu, ég er búin að standa hérna á vaktinu frá 4 til 6 eftir enda í tökku. Enda í tökku? Það er hart, Jöppi.
Vera hérna? Ég reyndar alltaf núna bara heim og gera ekki raskat. Þegar ég var í minni endagastúka var ég búin að móka bara eitthvað skurð og ég held síðan bara frá að móka ég var búin með minn hálftíma í tannlækni sko. Já, ég er ekki búin að segja orðið hérna þetta. Ég byrja aðeins að ræða þetta, ég byrja þarna. Ég var að spæja að spila hérna fyrir hlustendur að núti í lagi á leiðinni heim. Ég var að spæja að henda í Yellow Ledbetter. Hvað lag er það til dæmis? Er það Pearl Jam eða eitthvað hannig? Nei, ég meina, það vita allir hvað lag Yellow Ledbetter er. Það er bara sorgleg tónlist eftir að þú fyrst. Það er ekkert þetta hendi inn eitt stuð. Það er ekkert sorglegt við þetta. Þetta er bara hrikalega flott lag. Já. Við Hjöppi þökkum kærlega fyrir hlustunina í dag. Ég ber ekki ábyrgð á þessu. Nei, ég verð mættur hérna morgun, vonandi. Þetta vestnar ekkert í nótt, eða? Og þetta vestnar rosalega ekki í nótt. Hörðu, Hjöppi, takk aðeins fyrir að vera að koma hérna og vera með mér í dag. Farvalega. Til hamingju með sigurinn flottulega-keppninni, farið varlega að núti. Og já, heimumst á morgun, takk ég vel á móti Rikka G. Þetta er lagi á leiðinni heim, Yellow Ledbetter með Pearl Jam. Það er ekki tunglind við þetta er bara flott lag. Sumarleik séð og heyrt og þú gætir unnið ferð með WOW Air ásamt fjölda annarra vinninga. Nánar upplýsingar leikinn í nýjasta séð og heyrt. Ef þú kaupir bjórkort á Kaffi Símsen, ert þú leið búin að skráði í sumarleik Kaffi Símsen og Túborg. Vinningar eru 2 ferðir á Hróarskeldu, 300 manna Túborg-partí á Kaffi Símsen ásamt fullt af öðrum skemmtilegum aukavinningum. Túborg og Kaffi Símsen, gleðilegt sumar. Túborg og Hlöllapátar í Keflavík kynna. Keflavík Music Festival dagana 7. til 10. júní. Miðasala á miði.is. keflavíkmusicfestival.com. Langar þig að sjá Englendinga, Spánverja, Frakka eða Ítali komast í undanúrslit á EM í fótbolta? Farðu inn á Facebook-síðu Karlsberg og segðu hvað kemur mest á óvart á EM í fótbolta og þú gæti verið á leiðinni í boði Karlsberg. Paprikusósan er vinsalasta sósan í Hagkaup 2 ár í röð og ekki að ástæðulausu. Hún er fjölhæfasta sósan í bransanum og hentar vel með öllum mat. Hamborgarafabrikan í Hagkaup. Lukkunúmer í sumarleik góðu gæti verið í uppáhalds góðu sælgætisöskunni þinni. Rísbuff, Flóridabitum, Praumbitum, Æðibitum, Lakrís Dúndurbitum, Prinsbitum, Kókabitum og öllum gerðum af súkkulaðirúsinum frá góðu. Góðu á Sínalkó í allt sumar. Nóa Kropp. Ómissandi, brakandi snilld. Subway hefur opnað nýjan og glæsilegan stað á Ísafirði. Subway, alltaf fersk. Smáralind er opinn til 12 á miðnætti í kvöld. Komdu og njóttu dúndur tilboða og frábæra skemmtiatriða. Meðal uppákoma verða Retro Stefson og danstískusýningar hætti Jasmín Olsson. Taktu þátt í skemmtilegri miðnætti. Fropp í nýjum uppbúðum. Froppaðu daginn. Fáðu þér Fropp. Vilt þú eiga möguleika á að eignast þinn eigin Lazy Spa heitabort? Taktu þá þátt í sumarleik Lays. Allar upplýsingar á lays.nu. Kveðja, Lays Snack. Bátur mánaðarins og Subway er sterkur ítalskur. Aðeins 419 krónur. Subway, alltaf fest. Smáralind er opinn til 12 á miðnætti í kvöld. Komdu og njóttu dúndur tilboða, frábæra skemmtiatriða og glæsilegar tískusýningar. Einnig höfum við sett Bjerski og Reykjavíking kynna í 7. sinn Icelandic Tattoo Convention. FM 95 Blö á FM 95